sem viðtalsþáttur Þórhalls Gunnarssonar. Guðrún Bryndís Karlsdóttir, verkfræðingur og sjúkraliði gestur minn í kvöld. Við ætlum að ræða fyrirhugaða byggingu háskólasjúkrahús við Hringbraut og heyra hugmyndir Guðrúnar nýja staðsetningu sjúkrahúsins. Við ætlum einnig að ræða hvernig megi nýta betur sjúkrahúsin á landsbyggðinni og bæta þjónustu við landsmenn án þess að auka kostnaði í rekstri spítalana. Og velkomin Guðrún Bryndís. Takk. Ég ætla að byrja á því að tala þá gagnrýni sem að þú hefur haft uppi varðandi staðsetningun á sjúkrahúsinu við Hringbraut og þá fyrirhuguðu staðsetningu. Hvað rangt við að reisa sjúkrahús þar? Sko, það svona þessi atriði sem að kemur að þessu nærumhverfi. Það bæði það að þegar vera að byggja svona 2 til 3 flugstöðvar hjá spítala í fullum rekstri innan sjúklinga, það auðvitað töluvert rask. Síðan þetta að tengja saman gamlar og nýja byggingar. Það þarf að gera alls konar undirgöng og jarðgöng og hagræðið næst ekki fram vegna þess að það verið að fjölga fermetrum en ekki að fækka þeim. Ok, við skulum aðeins fara yfir þetta. Við sjáum hérna mynd til dæmis af staðsetningunni. Þarna sjáum við gamla Landspítalann, við sjáum Vatnsmýrina og síðan Háskóla Íslands. Og Háskóli Íslands mjög mikilvægur þáttur í þessu. Staðsetning spítalans miðast við Háskóla Íslands, hugmyndir að bæði að þar skapist tengsl milli spítalans og háskólans og síðan þessi uppbygging þekkingaþorps. Það hlýtur nú að vega þungt í þessum rökum. Sko, ef maður tekur fyrir það fyrsta, þá var Landspítalinn valinn staður þarna 1930 og þá var það í jaðri Reykjavíkur eins og hún var þá og þá var hún bær. Og fjarlægðin á milli Landspítalans og síðan háskólasvæðisins, það bara engin gönguleið. Þannig að fólk keyrir væntanlega á milli, frekar en að hjóla vegna þess að þetta ekki skemmtileg hjólaleið einu sinni að fara þarna í strekkingi með, þetta 6 akreina hraðbraut sem verið að fara eftir, þannig að þetta engin svona skemmtiferð. Þarna sjáum við gamla Landspítalann og öll hús sem að honum fylgja og síðan sjáum við þetta svæði sem þarna sunnan Hringbrautar eða gömlu Hringbrautarraunar og fyrir marga þá blasir það bara við að þetta hljóta að vera réttur staður að tengja þær gömlu byggingar sem að þarna við hina nýju byggingu og nýta þar með gamla húsnæðið. Já, það mjög stutt á milli þessa byggingasvæðis. Þetta auðvitað rosalega stórar byggingar. Þetta ekki einhverjum svona litli sætir spítalar sem verið að setja þarna niður, heldur þetta stærstu byggingar sem að Reykjavík fær. Og það alveg, og það þarf að fara þarna, sprengja sig niður Klöpp til dæmis, bara í 10-20 metra fjarlægð frá Barnaspítalanum til dæmis. Og þetta óbúslega mikið læti. Og tekur mikinn tíma og svo þarf að flytja allt jarðefnið af staðnum til dæmis og allt byggingarefni á staðinn, þannig að þetta alveg óbúslega miklu tilflutningar á efni til dæmis. Og síðan þarf líka að tengja saman nýjar og gamla byggingar með jarðgöngum. Og þá það ennþá meira rask, þá þarf bara að grafa í sundur bílastæði og tengja þetta allt saman. Og það eykur líka rekstrakostnaðinn. Það þarf að þrífita og það þarf að hafa fólk á launum við að labba fram og tilbaka. Þannig að þetta kostar. Þarna sjáum við einmitt grunntekningu af spítalanum eins og hann mun líta út og hann reyndar í nokkuð mörgum meiningum. Skarpari hlutin sem sagt seinni áfangi og sá sem vinstra megin það fyrri áfangi. Þetta gríðarlega stórar byggingar. En að samanskapi þá tengjast háskólabyggingar þarna við líka. Já, það gamli, læknagarður, hann stendur áfram og hann kemur inn í þetta svæðin. Það þýðir þá líka í leiðinni að það verið svolítið að þrengja byggingasvæðinu.
þetta snýst bæði hvað að gerast á meðan við erum að byggja spítalann og hvað gerir síðan á eftir. Hvernig byggingu fáum við að lokum og hvað kostar hún og hvað tekur þetta langan tíma. En þarna þá þarf að tengja á milli, það þarf að tengja á milli barnaspítalans og það tengt út í eldhúsbyggingu og það tengt við gamla spítalann og það sem sagt jarðgöng og einhvers staðar sá ég sem sagt töluna að þetta gæti verið í kringum 30.000 fermetrar. Bara jarðgöngin? Já. Sem að nýtist þá ekki sem sagt, fyrir spítala heldur bara sem tengingu milli spítalana eða húsana? Já, og þetta þetta flugstöð Leifs Eiríkssonar 30.000 fermetrar. Þannig að þetta verður bara svona fólk einhvern veginn á. Þannig að þú segir að göngin séu stór flugstöð Leifs Eiríkssonar? Já, hugsanlega. Bara við það þá að tengja gamlan spítala við nýjan? Já. Af því það sko starfsemin verður að því hún flýst svona hægt og rólega yfir. Það er þetta verkkaupin sem vill þetta svona. Arkitektin kemur sér með bestu hugsanlega lausna á þessu. Þannig að maður ekki bara rugla saman sko hvað er arkitektin að gera og hvað er verkkaupin að gera. En það sem þú segir þá að arkitektin er tvingaður til að fara inn á þetta svæði og miða þetta við þá staðsetningu sem að farið fram á. Já. Arkitektin er reyndar að finna bestu lausnina til þess að leysa þetta vandamál. Þannig að sjáum einmitt mynd af spítalanum eins og hann mun líta út og við sjáum gamla Landspítalann og þarna fyrri áfangin komin á þessari mynd. Já. Og hægra megin þar sem að eru tré og hvítt, hvíttsvæði, þar mun seinni hlutin verða eða koma upp síðar. Já. Það eitt sem að menn velta fyrir sér og það umferðin sem að liggur að þessu svæði vegna þess að Borgarspítalinn, starfsemi hans mun flytjast inn á þetta svæði og hvort að það muni skapast umferðar öngþveiti hreinlega þegar að nýja byggingin risin. Sko, umferðin, þeir reikna með að umferðin þrefaldist cirka við þessa flutninga. Fyrir 10 árum þá voru 6.000 bílar en það verða, ég sá tölu á bilinu 17 og upp í 20.000 bílar sem eiga leið þarna á sólarhring eftir að byggingin rís. Þannig að þó að sé bara verið að flytja þetta 1 kílómetr, þetta hljóma kannski mjög saklaust en þetta mjög mikil umferð eftir, þá verið að setja umferðin yfir á bústaðaveg og það verið að setja hana tengjana við þennan litla stubb sem að þjónusta 2 háskóla og miðbæinn og þá væntanlega samgöngumiðstöð og síðan Seltjarnarnesið og Vesturbæinn. En svo hafa menn hugmyndur það að auka aðgengi umferðar í miðbæinn og á þetta svæði með öskjuhlíðagöngum, göng undir öskjuhlíð sem koma þarna inn í Vatnsmýrina hjá Keiluhöllinni. Og síðan hugmyndir endar svokallaðar Holtsgöng að þau líki frá Sæbraut og yfir að Hringbrautinni. Þetta ætti nú allt, ef að þessar framkvæmdir, ef farið yfir þær, þá ættu þær nú að auka bæði aðgengi umferðar að spítalanum og miðbænum. Ef maður skoðar, borgin svona lifandi fyrirbæri og umferðinni stýrt af skipulagi borgarinnar. Og ef að borgin skipulögð þannig að allir þurfa að fara á sama blett á sama tíma, þá umferðarkerfið ekkert að virka. Þá þarf bara að bæta umferðarkerfið og það rosalega dýrt. En ef við tökum svona starfsemi eins og Landspítalann og aðra starfsemi í þá borgarhluta sem eru ekki með mikla atvinnu, í raun og veru þessu úthverfi þar sem að fólk þarf að koma sér þá vestur fyrir Kringlumýrarbraut. Það helmingurinn af allri atvinnu fyrir vestan Kringlumýrarbraut og helmingurinn býr fyrir austan Elliðaár og þá þetta alveg rosalega margir sem að verða bara að gera svo vel að fara vestur og nes á hverjum degi. Þá erum við komin að nýju hugmyndinni þinni og þú hefur miðað þetta út frá henni svokölluðu landfræðilegu miðju borgarinnar. Útskýrðu það aðeins fyrir okkur? Já, þegar til dæmis Smáralind var valinn staður og þá að vera að skoða hvar býr fólkið og hvernig kemst það hingað sem fljótastan hátt. Og þeir komast að niðurstöðu hvar best að setja Smáralind. Og þá þegar maður skoðar
hverjir þurfa að fara á spítalann. Það eru bara allir landsmenn, auk starfsfólks og síðan háskólafólksins. Og þín hugmynd að þessi landfræðilega miðja, hún eigi sér stað einhvers staðar, eða sé einhvers staðar við Elliðaá. Já, Ártúnshöfðan bara eins og, Ártúnshöfðan svona hinn landfræðilega miðja Reykjavíkur. Þar landsbyggðin tengist líka inn í borgina, þar, og helmingur borgarbúa býr fyrir austan Elliðaár og þar hefur borgin möguleika á að stækka. Og þar sjáum við að allar leiðir sem sagt liggja, Sæbrautin liggur þar í gegn, bæði Suðurlands og Vesturlandsvegur koma þarna að, umferðin úr miðborginni og síðan umferðin úr nágranna sveitarfélögunum. Hugmyndi þín að reisa nýjan spítala rétt hjá Bryggjukverfinu, skoðum það aðeins. Hvers vegna velur þá staðsetning? Sko, þetta rosalega stórt mannvirki. Þetta eru bara, stærðargráðan eru 3 borgarspítalar. Það það sem að sérfræðingar, ráðgjafar, sem sagt, ráðuneytisins hafa komið stað að þetta sé, sem sagt, 90.000 fermetrar sem eru þá cirka 3 borgarspítalar og þetta svo stórt. Og þarna klettur sem 13 metra hár og byggingin myndi að hluta til bara hverfa á bakvið klettin þannig að hún virkar þá ekki jafn stór. Og það þá hægt að aðkoman getur þá verið ofan á klettinum og síðan meðfram. Og allt þetta hverfi myndi þá frekar lifna við. Þetta hefur svona svipuð áhrif á verðmætin til dæmis í Bryggjukverfinu og áhrifin sem að þau hefðu á Þingholtin. Þannig sjáum við einmitt þegar að 3 borgarspítalar, hver þeirra 30.000 fermetrar, 3 borgarspítalar eru settir þarna niður, þá sjáum við að þeir kæmust fyrir á þessum bletti sem að þú nefnir til sögunar. Dugar okkur 90.000 fermetra bygging fyrir spítala? Ég held að það væri jafnvel hægt að komast að með minni spítala. Og það þá með því að nýta, sem sagt, það eins og það við gleymd svolítið að skoða hvernig okkar heilbrigðiskerfi búið að þróast. Og síðan hvað búið að gera vel í heilbrigðisþjónustunni og ég myndi segja að litlu sjúkrahúsin, það alltaf að tala um litlu sjúkrahúsin, þetta auðvitað bara sjúkrahús samfélaga út á landi og samfélagin út á landi eru búin að vera að byggja upp sína spítala. Þau eru búin að vera að gefa tæki, tækjakosturinn, þetta svona, kvenfélagin hafa keypt þetta eða áhafnir hafa keypt þetta. Þetta sem samfélagin eru búin að vera að byggja upp spítalana sína og þau eru búin að fórna miklu til þess að það geti gengið. Og síðan reiknaði ég það út, sem þetta kom út þessi kragaskýrsla sem var notuð til þess að sem svona viðmið hvað kostar þjónustan hvar. Og þar kemur í ljós að þjónustan svona að meðaltali 5 sinnum dýrari á Landspítalanum heldur en á þessum litlu sjúkrahúsum. En flestir myndu nú halda að þjónustan út á landi væri miklu dýrari heldur en hérna á höfuðborgarsvæðinu. Hvaða rök færðu fyrir því að hún sé ódýrari? Sko, skurðstofur, þetta aðalega verið að tala um að skera niður skurðstofuþjónustu. Skurðstofurnar eru til staðar og þær eru, sem sagt, þær eru miðast við það að það sé hægt að framkvæma aðgerðir sem eru áhættu litlar. Það að segja að þú þarft ekki fara gjörgæslu á eftir eða þú þarft ekki flókin tækjabúnað. Hann á Landspítalanum og við vitum það bara og þannig viljum við hafa það. En síðan eru farandlæknar sem að fara á milli, þannig að þessi vitneskja eða þekkingin, hún ferðast á milli staða og veitir þjónustu. Þannig að þegar það komin nógu margir sjúklingar til þess að fylla upp í eitt skurðdag eða þjónustu fyrir eitt lækni, að þá kemur hann á staðinn. Í staðinn fyrir að séu kannski 10 manns að fara til Reykjavíkur með þannig tilkostnaði og tilbaka. En þá áttu að tala um að flutningskostnaðurinn eykst. Hann eykst mikið. Hann lendir bæði á ríki og kannski ekki síður á sjúklingunum sjálfum. Miklu meira á sjúklingunum sjálfum heldur en ríkinu. Þannig eftir að segja það að þessi fyrirhugaði niðurskurður á landsbyggðinni, það sé verið í rauninni að færa kostnaðinn þá yfir á sjúklingin? Ekki bara sjúklingin, heldur skattgreiðendur líka. Það verið að taka þjónustuna þar sem hún ódýr og flytja hana yfir
þar sem hún er dýrari. Skoðum aðeins mynd af þeim sjúkrahúsum sem eru starfrækt á landsbyggðinni og þarna sjáum við að þau eru ansi víða og bláu sjúkrahúsin eða bláu punktarnir þarna, það eru Akureyri, Akranes og Reykjavík. Þetta eru þau sjúkrahús sem verða ekki fyrir sambærilegri skerðingu og rauðu punktarnir þarna. Það eru sem sagt sjúkrahúsin Neskaupstað, Höfn, Húsavík, Ísafirði, Vestmannaeyjum, Selfossi og Reykjanesbæ. Hvernig geturðu sannfært fólk það að halda öllum þessum sjúkrahúsum úti að það muni ekki auka kostnað? Við spörum ferðarkostnaðinn fyrir það fyrsta og síðan er líka annað sem má ekki gleymast að Landspítalinn er háskóla- og kennslusjúkrahús sem kostar mjög mikið. Háskólastarfsemin kostar líka en það er mjög óljóst, það hefur hvergi komið fram í skýrslu Ríkisendurskoðunar til dæmis, það hefur ekki verið við vitum ekki hvað háskólastarfsemin kostar. Við vitum ekki, til dæmis, Landspítalinn hefur sama hlutverk gagnvart Reykvíkingum og sjúkrahúsið á Húsavík gagnvart sínu umhverfi. Þeir eru líka framkvæmd þessar litlu aðgerðir sem eru framkvæmdar á þeim stöðum en viðbúnaðarstigið eða svona umgjörðin inn á skurðstofu hún miðast við stærstu aðgerðina sem framkvæmd. Það er annað, Steingrímur Sigfússon sagði á fundi á Reykjanesi núna daginn að fækka þurfi smáum og dýrum einingum og Íslendingar þurfa að búa sig undir þann veruleika þurfa að fara lengri veg til að sækja heilbrigðisþjónustu. Þegar fjármálaráðherra segir þetta, þá efast maður ekki orðans og trúir því að hann hafi látið reikna þetta út. Þannig að hvers vegna, að því að þetta er algjörlega skjön við það sem þú ert að segja. Já, ég endurreiknaði skýrslu ráðuneytisins sem hét endurskipulagning sjúkrahúsþjónustu á Suðvesturhorninu. Og ég, forsendurnar fyrir því að sé hægt að spara er það að ferðalagið kosti ekki neitt og á leiðinni gufar kostnaðurinn upp. Það er að segja að það sé hægt að það sé hægt að bæta við að Landspítalinn geti bætt við sig 40–60% af því sem hann er að gera núna og það kosti ekki neitt eða í mesta lagi milljarð og að fólki sé skilað aftur heim eftir aðgerð. En hvernig getur þú sagt, hefur einhverja tölur yfir það að segjum bara aðgerð í Kragasjúkrahúsunum á Reykjanesi til dæmis eða eitthvað slíkt, að svo aðgerð sé ódýrari heldur en á Landspítalanum? Já, það er bara færri sem koma að aðgerðin sjálfri. Það er sem sagt læknir og læknateymið allt, skurðstofuteymið, það er kannski 5 manns á meðan það er kannski einhverstaðar á bilinu 10–15 á Landspítalanum og þú ert að borga fyrir manntíma. En myndur þá svo vilja snúa þessu við, myndur vilja miða við það að þjónustan er þá ódýrari út á landi eða á landsbyggðarsjúkrahúsunum að Reykvíkingar sæktu jafnvel þjónustu þangað? Já, það er bara... Með hvaða hætti þá? Já, með þessar biðlistaraðgerðir, þær er hægt að framkvæma í flestum sjúkrahúsum út á landi og það vil svo skemmtilega til að það er jafn langt frá Reykjavík á Selfoss og hina leiðina. En aftur á móti, ef það er búið að leggja niður þjónustuna til dæmis á Selfossi, sem þýðir það að bráða þjónustan dettur niður þar líka og þá eykst álagið á sjúkraflutninga, það er bara þeim fjölgar sem er dýrt. En bráðaaðgerðirnar, þær detta þá niður það líka vegna þess að það er einfaldlega enginn til þess að taka við sjúklingnum. Þannig að við varum að spara okkur ferðina. Og þeir sem að búa í Reykjavík, þeir geta þá á höfuðborgarsvæðinu, þeir geta sótt sér þjónustu á þessum minni sjúkrahúsum. Þannig að þú ert í rauninni að tala að það er hægt að skapa þessum sjúkrahúsum ákveðna sérhæfingu, til dæmis að þjóna biðlistaðgerðum og þá á sama tíma er hægt að halda upp í bráðaþjónustu í leiðinni. Já, það er svona nokkurn veginn vitað hvað, að því við erum, það er bara þannig að í öllum samfélagum þá veikjast fólk, það bara, fólk þarf að fá nýja mjaðmaliði eða hálsnefna eyrnaaðgerðir eða þessar litlu aðgerðir sem eru bæði framkvæmdar á litlum stofum út í bæ og á héraðssjúkrahúsunum, að það sé bara einfaldlega boðið í það. Það sé bara spítalarnir
Bara hver bestur í að framkvæma þær aðgerðir og bara hvað kostar þetta? Já, bara á Landspítalann líka og þá vitum við líka, þá fáum við líka að vita hvað Landspítalinn kostar. Þá fáum við að vita hvað Neskaupstaður kostar eða Blönduós eða bara hvar sem Þannig að þú ert í raun að tala bara aukun samkeppni milli spítalana hver býður bestu og ódýrustu þjónustuna. Já. Og þangað leita sjúklingur. Já, og þá hefur líka sjúklingurinn val. En nú er talað um það að það sé erfitt að manna stöður út á landi, til dæmis læknistöður. Ég held að það sé nú bara, sko eins og til dæmis ef við tökum Vestmannaeyjar, þeir hafa ekki verið með svæfingalækni núna í á annað ár. Það þýðir bara einfaldlega það að það eru farandlæknarnir, mannastöðurnar vegna þess að læknar eru fólk. Það gleymi svo oft þegar verið að tala mannauð, það verið að tala fólk. Þegar verið að tala kunnáttu, þá verið að tala fólk. Þegar verið að tala sérþekkingu, þá verið að tala fólk. Þetta er fólk sem valdi sér að vinna með fólk. Þetta er ekki bara einhver svona þekking sem svífur loftið eða er inn í einhverjum tækjum. Þetta er fólkið. Og þetta er fólkið sem að velur sér þetta starfsumhverfi og það velur sér að vinna út á landi, það velur sér að vinna inn í stóru umhverfinu og það velur sér líka, það sér bara það er engin svæfingalæknir til dæmis í Eyjum og svæfingalæknirinn á Akureyri, hann leysir hann af, kemur í viku og frá Reykjavík líka. Þannig að þú ert í rauninni að tala með skipulagi og framtíðarhugsun, þá væri auðveldar að manna. Já, af því þeir vita ekki, Vestmannaeyjar til dæmis, þeir vita ekki, fáum við að hafa sjúkrahúsið okkar á næsta ári eða verðum við með eina stöðu svæfingalæknis eða verður hún hálf og hvernig ætlar að manna hálfa stöðu þegar hann þarf að vera á bakvakt eða þess að þarf að vera á staðnum allan sólarhringinn. Sjúkraflugið, því stýrt frá Akureyri. Það er sem sagt samningurinn, það var samningur í hverjum fjórðungi en nú er bara Mýflug sér sjúkraflug fyrir allt landið. Sem þýðir það að þegar það er beðið sjúkraflug, alveg sama hvaðan það er, og þá það myndi aukast væntanlega, að þá byrjað á því að Akureyri láti vita, okkur vantar að koma mannesku í sjúkraflug, hún fer á staðinn, til dæmis, við tókum Neskaupstað sem dæmi, síðan farið til Reykjavíkur og flugvélin aftur tilbaka. Þannig að þetta bara hringur í kringum landið og það eiginlega nokkuð sama hvert farið, hvert sjúkraflug næstum því hringur í kringum landið í hver skipti. Þetta bara svona fram og tilbaka, en síðan þetta nefnilega líka annað sem hefur gerst og það til dæmis að ég veit af því að þeir hafa þurft að senda konu sem kom á Suðurnesjum inn á fæðingadeild sem var orðin of full, þannig að þá var viðkomandi send til dæmis á varasjúkrahúsið upp á Skaga. Þannig að þetta í staðinn fyrir að framkvæma aðgerðin í hennar heimabyggð. Já, og meira að segja kvensjúkdóma fæðingalæknirinn býr í Keflavík en hann fær afnot á skurðstofunni á Akranesi. Það hljómar ekki mjög praktískt. Já, en þetta þessi ferðakostnaður sem einhvern veginn bara, hann er bara gjörsamlega kominn úr böndunum. Það bara allt í einu og þá eiga bara fólk á að vera bara hérna á ferðaflugi þegar það eiginlega síst í því ástand að vilja ferðast. Þegar þú ert veikur, viltu ekki þurfa að vera á ferð. Bara rétt í lokin, hefur kynnt þessar hugmyndiðina fyrir ráðherrum eða ráðherra og gert honum grein fyrir því að það þurfi ekki að koma til jafnmikils niðurskurðar á landsbyggðinni og á sjúkrahúsunum? Ég hringdi í hann og hann hafði fannst þetta skemmtilegar hugmyndir. Skemmtilegar? Já, áhugaverðar. Já. En ég hef ekki teirt í honum, hann auðvitað mjög upptekinn í 7 manna nefndinni, stóra nefndinni. Þannig að við sjáum allavega hvað verður. Já. En hugmyndið þínar að minnsta kosti að reisa nýtt sjúkrahús í Elliðavágnum, þær eru konar á framfæri. Áhyggjur þínar af Hringbrautinni, það við skulum sjá hvernig það þróast. Guðrún Bryndís, kæra þakki fyrir komuna. Takk, sömuleiðis.